Svavarsdóttir og í dag, 22. nóvember, er síðasti sunnudagur kirkjuársins. Og þessi létta messa er send út frá Stóru Laugardalskirkju í Tálknafirði. Það er allra hagur að við förum í einu og öllu eftir sóttvarnatilmælum og þess vegna er notuð upptekin tónlist í staðinn fyrir kór og umfang þessara stundar er einfölduð. Ég ákvað að breyta út af í dag og flétta hluta af ritningarlestrinum og guðspjallinu inn í lok hugleiðingarinnar í stað þess að lesa textana á undan. En eins og síðasta sunnudag fjalla textar dagsins endurkomu Krists. En við skulum byrja á því að signa okkur og segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, ég kom niður þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guðskapari minn, þú drottinn Jesús frelsari minn, þú heilagi andi huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottinn, heyrð þú lofgjörð mín og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta minn fyrir sækir Jesú Krist. Að ég fyrir þitt orð, yðri synda minna, trú á Jesú lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bæn er það og Guð fyrir Jesú Krist. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði vorum og drottni Jesú Kristi. Ég sagði áðan að það væri síðasti sunnudagur kirkjuársins í dag. Og ritningatextar þessa dags leggja áherslu á fyrirheit Jesú Krists. Næsta sunnudag byrjar svo aðventan og eftirvæntingin eftir helgustu hátíð okkar, jólunum. Eins og ég sagði í upphafi langar mig að breyta aðeins út af í dag. Það þekkja allir barnaævintýrin Mjallhvíti, Öskubusku og Þyrnirós. Mér langar til að velta því fyrir mér hvort það sé einhver samlíking með þessum ævintýrum og þemanu í kirkjuárinu. Í þessum ævintýrum er beðið eftir fæðingu barns sem fæddist síðan inn í velsæld og ríkidæmi og hefði átt að eiga góða og áhyggjulausa ævi en ógæfan dundi yfir. Og á tímabili áttu þessar ævintýrapersónur mjög erfiða ævi. En með hjálp góðra manna og vegna góðsemi persónanna sjálfra snerist allt að lokum á betri veg. Persónurnar endurheimtu konungdæmi sín og hinir vondu fengu makleg málagjöld eins og það var svo oft orðað í ævintýrunum. Kirkjuárið spannar aðventuna, síðan ævi Jesú, hver tilgangurinn var með komu hans og hvers við megum vænta í framhaldinu. Á aðventunni fjalla ritningatextarnir spádómana fyrir fæðingu Jesú. Þó fæðingu hans hafi verið beðið með eftirvæntingu voru aðeins fáir sem fögnuðu honum. Það voru foreldrarnir, nokkrir fjárhirðar, vitringarnir frá Austurlöndum. Himneskur englakór söng en áheyrendur voru líka fáir. Jesús Kristur hefði átt að vera borinn á höndum en líkt og í ævintýrunum var flótti eina leiðin til að bjarga lífi hans. Fjölskyldan flúði til Egyptalands og var þar í nokkur ár. Ég efast ekki að Guðs blessun hafi vakað yfir þeim, en lífið hefur samt verið erfitt við nýjar aðstæður í ókunnugu landi. Ævintýrapersónurnar okkar þurftu líka að sætta sig við nýjar aðstæður og þurftu að vinna verk sem þær hefðu ekki þurft að vinna heima fyrir. Það er aðeins ein frásögn af Jesú á barnsaldri. Því að næstu frásagnir segja frá því þegar hann var að byrja starf sitt. Þegar hann valdi sér lærisveina, venjulega menn af götum samfélagsins og byrjaði að kenna ríki Guðs. Ævintýrapersónurnar voru líka með almúga fólki og unnu með því.
Ekki tóku allir vel á móti Jesú og sumir sátu líf hans. Það sama gerðist í ævintýrunum. Það var setið líf þeirra, en einlæg og trú góðsemi þeirra vann þeim hylli og velvild. Lærisveinar Jesú voru stöðugt að undra sig á hver hann væri. Hvernig mátti það vera að vatn og vindar hlýddu honum, að hann gæti læknað sjúkdóma sem enginn gat læknað áður? Hvernig gat hann fætt 5.000 manns með nokkrum brauðum og fiskum? Hver var hann eiginlega? Kærleikurinn sem streymdi frá honum dró að sér svo mikið mannfjölda að einu sinni þurfti hann að fara á báti út á vatn til að hvíla sig fyrir áganginum. Og hvernig gat það svo gerst að hann væri krossfestur, deyddur og tekinn í burt frá þeim? Þeir voru nýbúnir að kynnast honum. En eftir að hafa gengið í gegnum dauðann, reis Jesús upp og endurheimti konungstign sína. Hann sannaði að hann sonur Guðs og á sitt hásæti á himnum. Og á krossinum fyrirgaf hann þeim sem hafði gert honum illt. Í ævintýrunum endurheimtu persónur okkar líka ríki sín, en hinir vondu fengu makleg málagjöld. Það þykir góður endir á ævintýri að hinir vondu skuli vera refsað. En hvað áttu ævintýrin að kenna okkur? Að það sé bæði gott og illt í þessum heimi? Að gott fólk geti líka upplifað erfiðleika og þjáningar? Eða að örlögin snúist manni í hag að lokum ef maður nógu þolinmóður? Þessi ævintýri snerust hvert og eitt líf einnar persónu og enduðu með henni. Sagan Jesú endaði ekki með dauða hans og upprissu. Fyrir okkur sem trúum á hann byrjar sagan þar sem að upprisa hans staðfesting á því fyrirheiti að við munum líka rísa upp. Fyrri reikningalestur þessa dags úr Jesaja og hljóðar þannig: Sjá, ég sá nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra verður ekki framar minnst, og það mun engum í hug koma. Og síðari reikningalesturinn úr Rómverjabréfinu segir: Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma sé ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem okkur mun opinberast. Já, líkt og kona sem að gleymir þrautunum leið og barnið fætt, þá taldi Páll postulinn að allir þeir erfiðleikar sem við kunnum að lifa hér á jörðu verði eitthvað sem gleymist leið og við fáum að líta dýrð Guðs í ríki hans. Kirkjuárið byrjar og endar á spádómum komu í Krists. Á jólunum fögnum við fæðingarhátíð hans, en í lok kirkjuársins beinir guðspjall dagsins úr Matteusi augum okkar til fyrirheitsins endurkomuna. En þar segir: Þegar mannssonurinn kemur í dýrð sinni og allir englar hans með honum, þá mun hann sitja í dýrðarhásæti sínu. Allar þjóðir munu safnast frammi fyrir honum og hann mun skilja þær að eins og hirðir skilur sauði frá höfrum. Já, hann sagðist koma aftur. Vegna þessa fyrirheitis trúum við á Jesú. Ævintýrin í sögubókinni enda á síðustu blaðsíðu. En við eigum að horfa til himins, því að þar eigum við eftir að lifa ævintýrið okkar. Dýrð sé Guði Föður, Syni og Heilögum Anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig
og gefi þér frið. Amen. Guð gefi þér góðan og blessaðan dag. Drottinn, ég þakka þér fyrir það að þú hefur leyft mér að taka þátt í sameiginlegri guðsþjónustu safnaðarins og þannig minnt mér á hverju ég á að trúa, hvernig ég á að breyta og hvers ég má vona. Hjálp mér nú, Guð minn, með þínum heilaga anda til að varðveita þitt orð í hreinu hjarta, styrkjast af því í trúni, læra því að taka framförum í guðrækilegu líferni og hugga mér það í lífi og dauða. Amen. Rétt út hönd og snertu Jesú, framhjá hann fer. Hann hér, já, mitt á meðal og mæta vill þér. Hann vill lækna hjartasárin og þerra hvert tár. Rétt út hönd og snertu Jesú, hann stendur